Góða kvöldið. Ég verð að segja alveg eins og beint frá hjartanu, að annan eins fjölda og hér í kvöld hef ég aldrei séð áður. Ég legg til að við allir klöppum fyrir okkur sjálfum. Fyrirlesari kvöldsins Jón Árni, Atli, TF2AC, það kann ég þó. Hann hefur verið áður hér í haust. Það einstakur árangur að hafa verið tvisvar á sömu önn. Auk þess hann splunkunýr. Hann lauk sínu amatörprófi fyrir síðasta ári þetta leyti. Því nefni ég þetta sérstaklega hér að í þessum hóp eru nokkrir aðrir sem svipað ástatt Þeir eru nýlegir í bransanum og þeir geta tekið Jón Atla sér til fyrirmyndar. Þannig að þegar innbrá því við að þeir komi hér og haldi fræðsluerindi kvöldsins, þá segja mér strax já, þetta vil ég alveg endilega. En yfir til þín. Takk fyrir. Við ætlum að fjalla DMR, Digital Mobile Radio. Bara rétt það sem mig. Ég vélstjóri, BS í vélarfræði og master í verkefnisstjórnun. Vinn við rannsóknir og þróun, kvæntur 2 barna faðir, leyfisnúmerið 515 og á þá ennþá, hæsta númer sem hér hef fengið að sýta. Það má alveg taka af mér og með G-leiðið. Síðast var þetta svona, þegar ég var þarna síðast, þá eiginlega, hænan að kenna egginu, en ég held ég hafi aðeins meira, confident hér heldur en hinum megin. Þannig að við skulum kíkja á þetta. Í DMR í Digital Mobile Radio eru mjög margar mismunandi tegundir. Þær eru sem mest notað á amatörum, það D-Star, eigu ICOM og lokakerfi. Ef þú átt ekki ICOM, þá ætti ekki það farin inn. C4FM, notað af Jesu, Fusion, sem svona Jesu útfærslan af sínu Digital Mobile. Wires X, líka Jesu, og það það sem þeir nota til þess að tengja endvarpana saman og svoleiðis. Og svo Tetra, P25 og fleiri. Það er ótrúlega mikið af þessu. En það sem leiðilegt sem við þetta að þessi lokuðu kerfi sem verður að, þú ert læstur inni með aðgangstöðun en að þú getur ekki tala við Jesu og svoleiðis. DMR ekki þarna. Þetta open source. Sem þýðir hver sem getur nota þetta, tekið þetta upp og búið í talstöðar fyrir þetta. En það sem ekki open source við þetta, það kódekinn sem að breytir talunum yfir í digital. Það þessi Amber 2, hann lokaður. Og þetta reyndar eiginlega sami og langflestir að nota. Sem við virðist að bara góður Sem þýðir líka ef þú ætlar að tala við í gegnum netið eitthvað, þá þarf eitthvað svona gaur sem inniheldur Amber 2 kódekinn. Digital versus analog. Af hverju viljum við digital? Við vitum cirka hvernig þegar hljóðið feitar út, þá veitum hvernig talið fer líka með og inn í enda og heyra ekki neitt. Gerist árið saman líka með DMR, það gerist hægar. DMR þessi fjólbláa og geini sem við notaði getum, virkar þetta ekki? Jú, við náum aðeins meira usable af tíðninni áður dettinni og þeir líka dettinni mjög hratt. Það ertu inni eða ekki, eins og þegar sjónarpið fór yfir úr analog til digital, þá
annarkot náður merkinu eða ekki. Það var ekki svona snjókomu eða neitt sko, bara on eða off. Þetta er svolítið þannig líka sko. Er DMR best? Nei. C4 FM þykir hafa betri hljómgæði. P25 sem er mest notað af svona löggæslu í Bandaríkjunum. Þeir eru betri í svona weak signal, en DMR hins vegar er rosalega gott í að, það er svo auðvelt að komast inn í rosalega stórt nettur. Þannig að auðvelt að tala allan heim og það er auðvelt að tengja nýja endurvarpa og auðvelt að búa til stærra net. Sem dæmi að við ætlum að búa til endurvarpakerfi fyrir allt Ísland og við gera það með DMR, það verður lausið alltaf hlekki af einum endurvarpa yfir næsta. Það tökur bara ekki netið. Síðan er þetta linkað þá alla saman og þannig að þú leiður dönu einum og þá bara fer það alla. Þannig að þetta er eiginlega það góða við það. ChatGPT reiknaði fyrir mig hvað það gæti sirka verið mikið í DMR versus hina. Það giskar á, þessi tölur er ekki til, ekki í einhverju alvöru trúverðu sorsi, að þá ætti DMR að vera með cirka 60% markaðshlutdeild. Í DMR eru 3 mismunandi tiers. Það er til fyrir licensed, unlicensed talstöðvar. Þú mátt ekki nota endvarpa, þetta er allt mjög low power og þetta er tal og eiginlega ekki neitt annað sko. Við erum í tier 2, verðum með licensed, getum nota endvarpa og við erum með 2 slot, kemur betur því eftir. Þetta þriðja er svona aðeins að nota fyrir mjög stór kerfi, það sem að tölvukerfi segir stöðinu að hoppa yfir á okkur ákveðna tíðni og þar fer það fram. Þannig að ef það er mikið álag hér þá lætum við bara sjálfkrafa fara yfir. Þetta er ekki notað heldur í Íslandi. Ég fann þetta engan sem að nota þetta en þetta er samt einhvers staðar notað. Þannig að DMR, hvernig virkar þetta? Þetta er eðlilega digital mótað merki, það er bara stafa runa sem hún er að senda og DMR hefur þessu 2 timeslot sem er sem enginn annar hefur og það þýðir ef við erum með 12,5 kHz í bandvít þá getur sendt 2 merki á sama tíma það og það getur verið mismunandi tókurpum og bara þetta eru bara svo 2 endurvarpar í raun og veru og þetta er svona eitt af aðal sem þeir hafa en ekki aðrir. Time division multiple access, þannig að við erum með timeslot 1 sem bara tala þar og við erum með 12,5 kHz. Stöðin tekur upp það bil 20 sekundur hljóði og breytir því yfir í binary og þetta er ekki eins og ef við værum með hljóð í síma en í tónlist eða eitthvað, þá vil ég hafa alveg lossless, við erum heyra allt. Þetta er alveg í hináttina. Þetta pika bara það sem að skiptir máli og hendur öllu öðru út. Þetta leitar upp í hverju svona karakterengin í röddinni þér. Á hvaða tíðni ertu að tala og hún sendir það. Það tekur alltaf út. Og svo bæturum við error correction, bætum við headerum á hvaða kólukóta það er og tókurupið það út. Og síðan þessum safnum við saman þar til að það kemur sendingarslot. Og það sendur þetta í svona börsti. Sendir allt í einu og svo bara byrjar nattur.
en á sama tíma einhver á timeslock 2 þá bara tekur hann við þegar þú er búinn og sendir þér líka sama tíðni á 12,5 kHz í bandvít en við bara heyrum ekki, við erum ekki að hlusta á það. Hann deila svolítið svona sko. Þess að kemur eitthvað katsar eitthvað, býr til payload úr því, settir inn það sem setja með og sendir svo þegar næsta er komið. Og þá getur timeslock 2 tekið við. Og þetta tekur það byrð 30 millisekundur. Þannig að við horfið á þetta á waterfalli á þessu, það þetta alltaf svona högg í þessu. Ok, timeslot hvað er það? Ef ég er á timesloti 1 og einhver annar timesloti 2 þá heyrum við ekki hvað með öðrum. Við erum bara sem á allt endvarpa. Þannig að skiptir máli við passum að við séum þar. Hins vegar á endvarpanum okkar sem verðum uppi, það eru timeslot 1 og 2 linkuð saman. Þá skiptir engu máli. Við getum verið að hvort sem 1 og 2 heyrum allt. Color-kóðin virkar eins og digital squelch og við getum verið einhvern, þú getur verið að tala við einhvern og þú heyrir ekki hvað er í gangi, þannig bara er á öðrum color-kóða og endvarpinn hann afkóðar ekki hljóði. Það er komið svolítið óvart sko. En þeir endur gera rununa. Það er error checkið og ef hann finnur error þá er það að laga það og senda aftur. Notar þetta einhver? Þetta eru þetta hér, þetta eru endurvarpar á DMR. Þannig að já, það er notað einhverjir. Það er rétt 3000 skráður notendur með Digital ID og það eru rétt tæplega 10.000 endurvarpar bara á Brandmaster. Brandmaster er netkerfi sem við notum fyrir, það eru mörg en Brandmaster er langstæðst. Og neðan sjáum við þetta sést kannski ekki. Þetta er 7500, þessi lína QSO per hour. Já, þetta er töluvert mikið notað. Eru þessir endurvarpar allir í einkaeign? Já, það er ekki einkaeign eða klúbba eða eitthvað. Það er ekki til neitt sem heitir TMR sem er einhver endurvarpar. Enginn að dreifa þessu? Nei. Hvað meðan með Brandmaster? Er það gull? Svo Brandmaster er, ég held að koma inn að þetta er. Brandmaster er sko, það er komið Digital ID 1 að það getur farið að marga, það er ekki bara Brandmaster sem getur notað til að tengja sig einhverjum tókgrupp og tala og þeir eru margir. En Brandmaster er langstærstur og endurvarpinn uppi tengdur en á Brandmaster. Þannig að til þess að taka þátt, þannig að það þurfi stöð, það eru ekki dýrar. Ég held að ódýrustu stöðunar eru á, veit ekki, $20 eða eitthvað. Það eru alls ekki dýrar. Þú þarft að byrja það að sækja Digital ID 1 eða Radio ID, hvað sem notum þetta. Það gerur inn á radioid.net og þú verður á kallmerki til þess að gera það. Og þetta komið kallmerki, þá getur þú sótt aðgang að Brandmaster, ekki fyrir. ID er síðan skipt upp eftir löndum, landsvæðum og svo hljóðbundið númer. Ísland hefur 274, Bretland er 234, Þýskaland 262 og USA Bandaríkin er á þessu bili og síðan er það
öll fylkin aftur niður og Kalifornía til dæmis 2-1-0-2. Þannig að þið sjáu þetta númeru að þetta er Kalifornía, en sem betur þú ekkert að pæla í þessu. Hver rekur þetta Radiohead í? Ég veit það ekki. Það ekki fyrirtækir það? Nei, ég held þessi bara sjálfbáða, eins og brandmestur líka bara sjálfbáða liðar sko. Það þetta kemur, já. Þannig að þegar það komið númer, þá er þetta að fara á þessu mismundi vefsæði. Brandmaster, DMR Mark, TGIF og svo getur meira segja hýst þitt eigið brandmester. Brandmester er bara hýst hann og GitHub. Þannig að bara kyrta upp sjálfur og svo er þetta bara að segja hvert hvað yfirtalið það er til þess að tengja þennan. Brandmaster er lang mest nota. Þannig að við setjum þetta upp að fara beint þangað. Það mærum því allavega. Ok, nú skulum við ímynda okkur að við sem komir á brandmasterinn. Spjall milli manna fer alltaf fram á talkgroups. Það eru núna 2723 talkgroups. Það er lítið mál að breyta því, að bæta við. Þannig ef það er engin umferð eða held ég að 3 vikum þá hendar það út. Síðan er digital ID þitt, það er líka talkgroup. Þannig að ég ætla að tala við Ara eða eitthvað, það getur slegið bara númer hans og kalla beint á hann og við getum talað saman og einhver annar ætla að djóna líka, hann getur slegið númer Ara og það er bara orðið talkgroup. Og svo er sko mjög mismundi hversu mikil traffík er á þessum rásum. 91 sem er svona worldwide, hún er bara alltaf í gangi. Ég hef aldrei hitt hana þegja meira en 2 mínútur sko. Þannig að alltaf einhver að kalla og prófa. Og ef við förum inn og kallum hérna íslenskt kallmerki, þá farið þið bunga á því. Þegar fólk er að safna þessu saman líka eins og öðru sko. Á Ísland við hérna erum á 204 og Kansas City White sem er svona mjög mikið notað líka er á 31, 31, 36 og þarna er hérna Garðar TF 8 Yankee mikið inni. Það veit ég allir hver hann er þarna. Ég hlusta stundum á það sko, ef hann ekki komið í 2-3 daga eða eitthvað þá bara var ágjör á honum og var að spyrja sko. Já. Og svo hérna, ég klikka að þessu, þetta tók mig smá tíma að finna þessu. Það er að tengja þessum talkgroups á mismundi hætti. Það er að gera það static og þá er hún bara inni og hún er bara alltaf inni. Eða þú getur dynamist og þá heyru í þeim en þú ert ekki að, ef þú er líklegt stöðuna hérna, það fer ekki þangað. Þetta er bara svona hlustrás. Já, mjög fínt þetta hlusta nokkrar og hérna rásir og bara mjög gott alveg það er allar að svara. Og ég alveg lent í þessu sko. Svo ég hef verið með hérna Ísland sem bara static og verið að hlusta á hérna Kansas City White, svo ætla ég að svara, að rífa stöðuna og byrja að kalla og það við kallmerkið mitt ekki inn á Kansas City White. Það fer inn á Ísland, en það er static. Kannski, er ég bara vitleysa en þetta tók mér smá tíma að fatta þetta. Og svo í hérna brandmestari getur líka haft það, þú getur gert allt það líka, þannig að það kveikir stöðinni þá bara sjálfkrafa fer inn í það sem þú ert búin að setja í brandmestari. Og meir sér gert það sko scheduled, þannig að þú hlusta bara ákveðin tíma ákveði
þá er hún inni, svo það tíminn liðin þá fer hún út. DMR endurvarpin okkar, já, í lokinu er allir linkarnir sem er að tala um, setja upp. Þeir eru, þessi endurvarpin, sjá hérna status slot 1 og 2 linked. Því er raun og vera að allt sem fyrir út á Docker 1, það fyrir líka til Docker 2. Það fínt bara með lítið umferð á hann svo. En leið þetta fyrir að aukast þá þarf að slíta þetta sundur. Þetta er bara stilling í endurvarpanum. Og hérna times 2, það er 2, 7, 4 alltaf inni. Við getum líklega aðra Docker sem við getum hlustað á annað þó sem bara með stöðinni og það erum bara þar, þá verðum bara dýnamísk og þú hlustar á hana í ákveðin tíma og eftir 15 mínútur er þetta ekki búin að líkla stöðina það, þá slekkur hann á því. Og ókostum við þetta er svona linkað ef einhver er að hlusta á eitthvað sem nenni ekki, þá er það búin að taka báðar rásunar. En veist, við breytum því bara þegar þau eru að vera vandamál. Og endurum ef ég kalla á einhvern í hans svona personal Docker-up í gegnum endurvarpa, þá heyra allir. Allt sem að endurvarpin heyrir, það fer áfram. Eðlilega. Já, það með dagan eru 2-4 er bara læstur inni. En þó við setjum annað endurvarp, annan Docker upp, það er alltaf lægi, sko, bara hitt kemur líka. Þannig að ef ég væri í Nýsóldi, sem verður eftir cirka 2 vikur, og tengist endurvarpa þar, þá getur ég kallað heim. Það gat IT ekki, sko. Þannig að þetta er held ég bara svolítið snuð, sko. Þarf ég að hafa áhyggjur að vita þessi radio ID, ég get ekki bara á Wi-Fi-pannstöð og 5 metrum bara TF4AC, TF4HR, heyrðu í mér. Það er að muna hvað þú ert nú. Nei. Það er bara þetta, ef ég væri ekki inn á sömu Docker og þú, þá hjálpar við að þá pípir síminum, pípir talstöðin. En annars þátt ekki að vita, það bara kallar. Það er ekki verið sama að vera með stilt á tíðni endurvarpans og vera að hlusta á endurvarpans. Nei. Ekki það sama. Nei. Þannig að þú getur nota tíðni endurvarpans til að vera í einhverju Docker-grúppu, en svo geta aðrir sem eru líka á sömu tíðni verið á annarri Docker-grúppu, það heyrir ekki neitt hver öðrum. Já. Og það er líka í DMR, það er alveg svona hörku kóðun á svo líka, þú getur kóðað, ef við megum ekki og gerum ekki, en þú getur kóðað þetta þannig að heyrir enginn nema bara í þinni stöð. En það er okkar alveg sama það, sko. Svo er, við getum verið með stöð og nota þannig í þetta, eða við getum verið með svona OpenSpot, eða það er margar tegundar af þessu, sem að getum notað að tengjast. Þetta tengist bara ekki um netið. Þannig ég bara tengja þetta bara við internetið og þá getum ég notað þetta til þess að tengjast Docker-grúppum og crossmóta líka þegar ég er svo í bílum. Það notað þetta til þess að crossmóta DMR í Jesús-stöðina. Og getum notað DMR þá sé ekki með DMR stöð í bílum. Tengir þetta og beint í stöðuna? Þetta er bara endurvarpi. Þetta er endurvarpi? Já, þetta er bara, ég stilli bara á hvaða tíðnin að virka. Simplex eða duplex, bara hvað sem er.
og það bara virkar. Þannig að þú talar úr handstöðinu þinni í þennan og hann talar svo yfir í Jesú. Já, hann þarf þá nettengdur til þess að, veist, koma svo yfir á brandmester. Já, svo er fullt af svona gaurum til. Þetta held ég samt einu sem að ég sá sem að getur crossmótað. En maður heyra samt líka alveg svona þegar það ert að crossmótað, þá heyrir maður að vera ekki alveg skott svona. Er þessi bara paraður við þína stöðu? Eða til dæmis ef ég væri í námsliði og mætti kalla, geti ég farið í gegnum hotspotinn? Geti gert það. Hann er ekkert linkar inn á hérna stöðuna per se sko. Ég held samt að DMR sé að reyna að breyta þessu. Nei, brandmester. Að það komi þitt kallnúmer kemur þá ekki. Að þú ert að fara í gegnum kallnúmerið mitt sem er sett inn í hann sko. Þannig þeir reyna að stoppa það. Ef þú setur netið úr símanum í þetta, þá ertu tengdur út all land. Já. Hvað sem er sko. Hann getur ekki notað netið öðruvísi eftir að vera með leyfilegt net. Þessi hérna, Já. hann þarf bara internet sko. Ha, Hann þarf bara internetið sem virkir já, sko. frá þér. Nei, bara hvað sem er sko. Já, Núna er tengdu við þrjálfskerfi hérna sko. Það er ekki SIM-korti. Nei. Þú verður að hafa einhvað internet inn í það. Og þú stillir hann bara gennum Bluetooth úr símanum eða? Það er aðri fítur sem að er hérna sumi kannski alveg veist vonlausir að það er að senda SMS í gegnum þetta. Í gegnum DMR og við erum búin að prófa það virkar alveg sko. SMS í skilningum textaskilabóð til annara DMR-notandi eða SMS í skilningum SMS til símkerfisins? Nei, það var þannig sko. Það er einhver fór og eyðalaga það með að gera eitthvað sem mátti ekki. Þannig að núna stöð í stöð. Það virkar. Og APRS virkar líka í gegnum þetta. Ég er með þessa stöð setta í APRS per gegnum Dístar. Nei, DMR. Og roaming featuresinn sem að ég held að ég sagt ykkur betur frá þessu eftir að það tekið með heim þetta. En hún leita bara uppi hvaða endarpón hún finnur og hver besta mótorn, besta merkið og fer það þangað. Og hún gerir það bara on the fly. Hér ætla að það er bara með einn endarpað en það breytir ekki neinu máli sko. Og líka eitt sem ég heyrði gott að hún lætur vita að þetta er út úr endarpa. Þannig að þú vilt að segja frá því hvað hún dast út, þannig að þú láta hann bara tala við þegar það pípaði voru þegar þú kemur út úr, fer út úr endarpa. Er stöðu útsending af endarpa? Nei. Hann senda mínútu fresti síns með. Já, hann sendir svona Svona að tjatta við Já. Það sem er erfiðast við þetta það er að forrita stöðurnar. Það er notað svona kódplögg til að forrita stöðurnar og ég held að allir, eða flest er ekki allir framöndu bara eru að dreifa kódplöggi fyrir sína stöðar og það eru svolítið mismunandi líka milli stöða en að því er ekki fyrir mig að síða hvernig við gerum þetta í eintón því fær sér báfeng og virkar ekki, það er aðeins öðru svolítið. Eitt líka sem kannski skiptir máli er að það er ekki að margar stöður er ekki með minni þegar geima 300.000 kontakta og endurvarpa. Þannig að því er það að taka lista og henda hann út. Það er ekkert máli, það er fullt af stöðum á netinu þar sem að þú getur sótt þessa skrár og þú getur valið bara ég ætla að fá Evrópu eða ég ætla að fá Bandaríkin og svo er þetta bara CSV skrár, þú getur bara opnað og henda út sem veit ekki. Þetta er ekkert vandamál sko. Allir sem getur forritað stöðum með chirp getur gert þetta með leikandi.
Hvað þýðir code-block? Ég ger ekki ráð fyrir að því snúra með tengi. Nei, þetta er code-block er eiginlega stillingar, það kemur eitthvað forrit með sem þú nota til þess að gera það og þetta er stillingar sem bara lest inn og þá er allt bara komið á sinn stað. Eiginlega eins og dræfara bara fyrir. Já, þetta er svona svipað sem þú bara lest inn chipskrá við raun og verið, bara nákvæmlega eins. Excel-skjál. Þetta er þetta úr sem úr code-blockinu mínu. Radio-ID-ið, ef það er ekki inni þá virkar ekki neitt. Það er bara eitthvað hér eitthvað, setur inn. Svo er eitt sem gert líka. Þetta er þeir ég hent út til dæmis eiginlega öllum talkgroups sem ég er ekkert að fara á Kína að hlusta talkgroups eða Brasilíu eða eitthvað. Það hentum við öllum út og það sem að við getum gert þá þetta er DMR endverfin eins og ég er með hann hjá minni stöð það er inni kóða tíðin er alltaf út svo setjum ég kontaktin á hann og ef það er engin kontakt inni þá tengist það ekki talkgroupinu, þá getur ekki kallað að það er ekki talkgroup, þá veit endverfin ekki hvað hann að gera við það þannig að hann bara ignora það sem því að líka að þið getum með nákvæmlega sama aðra rás og nákvæmlega eins en við bara allt öðrum talkgroup. Ég setti þetta mér með 2 rásir inni. Önnur er á Íslandi og ég held að hinn hafi verið á 91. Það er svona við ætlaði alltaf hvort að náum ekki bara fara inn á hann. Þetta er brandmester síðan. Þá myndum við fara inn í repeaters og við getum leitað hérna DF2 DMR. Þannig að ef ég lykla stöðunum inn núna Já, nú komin hérna sé ég styrkin á því hvað lengi, á hvað timeslotið er og hvert ég kalla því. Við langar núna að hlusta kannski bara á Worldwide. Þá er komið núna á hérna væri talkgroup 2 og nú er komið talkgroup 1 timeslot 1, já en aftur þær eru alveg leið kom íslenskt kallmerki þá fyrir að kalla
En nú er samt búin að sennilega tengja hina líka, þannig að já, þú heyrið þá í allstaðar í einum. Þetta er helstu hérna, já, skoðum þetta líka, þetta er skemmtilega. 9 Kilo Zulu India Charlie. 9 Kilo Zulu India Charlie. Góður hljómur í þessu. Já, þetta er hérna, Það stóð dýstar að vera, kannski vera stillingar eftir það. Það vera svona froska hljóð í já, mótunni. Good morning, sir. This is 9 Kilo Zulu India Charlie. I call you very well. Back to you, Mike B. Sierra Juliet Alpha 9 Kilo India Charlie. Over. þannig að hérna getur við hlustaðurinn á allar talkrooms líka. Svo hérna player líka, þannig að það er þetta, hérna var bætt við. Og leið og einhver kemur inn þá, hérna, og heyrum það. Mike 3 Sierra Alpha 7 9 Kilo 2 India Charlie. Tutto dove io mi ero prefissato di andare. Perché questo qua, quello che stai vedendo mo tu, c'ha l'XLX. Io volevo provare a installarci il PS Reflector, quello qua, solo il PS Reflector, e avere l'XLX e il Reflector C4 FM, lo seguito. Good morning, good night. Endur það getur bara verið einn með tókgrúpi einu eða ekki. Nei, hann getur hlustað á margar. Hlustaðu margar, þá blandast það bara saman að Já, bara fyrstur kemur, fyrstur er hérna served, sko. Þú veit nú líklega þú þig inn á 91, Já, Endarbarn. Ef ég myndi kveika minnustöð, þá myndi ég líka heyrða. alveg sama á hverju talkgrúpum þú ert, þá heyrðu það. Þú veist, ef þú stillir á Endarbarn. ef maður hlustar á tíðina Já. og einhver er búinn að konnekta einhverja tókgrúp, Já. þá fannst bara kveikastöðum og heyra það. Og heyra. Ef ég líkla, þá myndi ég samt líkla inn á 24. Uh, Það fer ég inn á 91. Myndi ég vera- ef þú hérna kveikir bara á stöðunni, eftir hvernig þú settur upp hérna hér, það er þessi hérna, eftir hvað þú settir hérna, Já, það er örugglega í hann. já. Við tökum sem eftir það kemur í Endarbarn, það kemur svona to all, ekki inn á talkgroup, heldur all eða local eða eitthvað, að þá ert ekki tengdur talkgroup og þá fer þetta ekki neitt. Hvað gerist hérna? Nú preppar henni í mér að hugsa. Hvað gerist ef þú missir internetið? Þú ert að reyna að tala um Endvarpa. Honum alveg Ég get ennþá valið 274 fyrir Ísland. Já. En hann er ekki, þú veist, nefnir aldrei sendið á neti, en allir aðrir sem tengdi Endvarpanum á 274 heyra bara ekki. þannig skil ég það, en þið bara prófa það, sko. Takk að Gefa hann sambandi, sko. Sambandið á Já, svo hérna er annað sem við þurfum að gera líka. Það eru nokkrir masterar. Það er ekki margir, 43 masterar. Masterarnir halda utan um allt. Þannig að þessi Endarpi er tengdur hérna í master BM2721. Hann er á Írlandi. Þannig að ef við missum nettengingu, þá missum við sko við móðskipið, skilurðu. En við getum haft svona master hér, og það jafnvel þó við missum samband út, þá ætti Ísland að hanga inn ef við erum með nokkar Endarpa sem eru slingað saman hér og Akureyri og fleiri stöðum, þá getum við talað saman gegnum þennan master. Hann deyr ekki. Megar eru bara sens leið að þú komið fleiri en einn á Íslandi. Það er út af margt í sem virkar, bara meikar ekkert sens fyrir við erum komið fleiri en eitt, sko. Hefur þið reynt að tengjast DMR endurvarpanum í Keflavík? Nei. Já, ég er að spá í hvort það sé bara hotspot eða
Hvort þetta sé endurvarp í loftinu. Ég held að hann sé hotspot. Ég hef búinn að sjá hann sko, Já, ég sá hann líka. en ég held að þetta sé bara hotspot. Hann er búinn að vera hann í mörg ár inni. Já. Nei, það er smá. Hver er með hann? Þetta er útlendingur. Ekki var ekki skráð á þann. Nei. Það var það sem hann getur það. Er einhverja huglegur ekki að fjölga þetta? Það fer eftir hvað er verið notað sko. Þessi hérna núna er miklu meira ná sko. Það er ekki, það er ekkert að, Já, þá er ég meina bara kannski að hluta þessu hluta. Það er bara, já, það væri sniðugt að gera þetta virkar best þannig að þetta sé svona sé aðeins á dreifingu sko. Einn spurning. Er þetta að setja hotspot á Akureyri og fá hann bara inn í þennan? Svona gaur, hann alltaf drífi bara örstuðt sko. Já, tengi mann. Það er ekkert mál að setja endurvarpa inn í hann sko. Menn eru með þetta í bílánum sínum og keyra sig á norður og eftir henni teindur alla leiðina. Já. Og vera áfram og þú ert að keyra, þetta er bara að vera sjálfa þér. Já. Veistu, næ þessum ef hann er í gangi í bílnum þá heyri ég honum í stöð inni hjá mér en ekkert meira það held ég sko. Síðan ef ég heldur rétt þá getur DMR-inn, hann getur verið teindur inn á Starlink sem er teindur inn á önnur kerfið. Það er búið að tengja það saman, endurvarp. Þannig að þessi toppgrúpa, hún er líka inn á Starlink og hún er líka inn á Jasper-kerfinu. Já, það er að tengja saman. Já. Þannig að það er bara að tala á milli kerfana. Já. Þessum gera það, þessi hérna getur crossmótað. Jú, það er líka hérna, það er líka hægt að linka saman þannig að, veistu, nota D-Star beint, sko. En þú getur ekki kallað D-Starinn nema að setja með D-Star tæki, sko. Já. Ég stöðvar yfirleitt bara með einu, þú veist, ef það er einhverja Jesús-stöð með C4 FM og yfirleitt ekki hægt að fara með allt DMR líka. Nei. Þá sem helstu framleiðendur eru ekki með þetta, þeir eru bara með sitt. Sem helstu framleiðendur eru með sitt, þeir eru búið að fjárfesta ógeðslega mikið í þessu og líka svona svekkjandi að þau ert með þetta, veist, og svo bara þeir ætlum að hætta þessu, þeir bara færum okkur í DMR. Það er þetta talstöðin bara. Það er Anytone og Baofeng og svona líka þessu. Já, Motorola er þarna líka og veist, það eru stóru stöðar líka sko, stóru strákar. En eins og núna er verið að tala að Tetra kerfi Motorola ætti að hætta að þjónusta það eftir ykkur 5 eða 6 ára eða eitthvað. Það var náttúrulega sniðið til björgunarsveitarnar og þess að vera í svona DMR ykkur lokaumgörgum. Ekki spurning sko. Sérstaklega það spúnaður nótýr og komið mikið reynsla á það. Það veit Björgvin sem hann var að tala þú veist að fara aftur í guðunustöðanar og eitthvað til þess að geta... Nei, ég er í hérna fjarskiptahópi á 4x4 og ég held að eina vitið sé að byggja bara DMR endurvarpa sko. En þá þurfa það að vera með leyfi? Já, þeir eru með leyfi sko. Það er vantilega með kommersiál stöðar sem er þá í kommersiál tíma. Já, það er líka. Og þá er það líka sko lokaðar og dulkóðar, þannig að þetta bara gerir alltaf sama og hérna... Það er ekki rétt, munið það með DMR er commercial tækni sem við erum meðal annars að hagnýta en það er til, þú veist, commercial hagnýt, þú veist, þú getur bara sótt leyfi fyrir nota DMR á þessari tíðni hjá fjarskiptastofu og þú veist, kaupir bara DMR búnað og þessin er þessi ID því að það er upprunnin, við erum seinni tíma notendur á DMR. Já. Þannig að hérna, ég held eina viti sko, kippur úr gamla endurvarpanum, hendur henni í og notar
setja sömu tíðni og nota ráðfæra sömu sír og allt dótið sem er svona erfitt að stilla og gera og greiða. Það er bara ekkert mál sko. Og DMR er ekki bara UHF, þetta er VAFF, þetta er hvað sem er. Þetta er í VAFF og UHF. Já. Veistu hverju bitahraðinn á kódekinu? Ég tjekkaði hann maðan. Hann er kringum cirka 9 kilobit. Já. Upp að því. Og svo er þetta þjappað náttúrulega, grimm. Já, eftir þjöppun þá er þetta cirka svoleiðis. Þannig að þetta aldrei var að senda eitthvað, veist, þetta verður aldrei internettenging í einn sko, en það gerir maður sniðugt. Fleiri spurningar? Þetta ánægði með 1 tonn stöðunni? Algjör fucking snild. Hvað kostar eins og þessi? 40.000 kall cirka. Hvað segirðu? Hvað varstu lengi að koma þér inn í þetta? Hvað var það mikið vinna? Ég ætla að svara þessu öðruvísi. Ég keypti mér Jesússtöð og keypti mér box sem að gera svona svipað svona hérna. Það er ennþá ekki komið í samband. Þetta var bara, ég veit ekki, hálfu dagur það getur byrjað að senda sko. Það er ekki... Hvaða tæki ertu með sagður? Þessi guður hér? Já. Nei, hitt. Tarstöðin? Þetta er Eirintón 878 Mark II. Þetta er hérna... Sama og, já, Henning, já, þú sagði Henning. Já. Er ekki saman garðari með? Er ekki saman garðari með? Jú. Hvað er mörg minni í þessu? 500.000. Ekki meir. Það var allir markað. Alla sem að... Allir heiminum. Allir heiminum. Það er næstu bara eins og síminn hjá mig sko. Segir hann kannski ekki. Getur þú sótt kódblögg fyrir þetta frá Eirintón? Já. Fyrir nákvæmlega þessa stöðu? Sem virkar? Já, ég gerði það og þá svona, ok, þetta er hér, þetta er hérna, þá fór þetta svona að virka sko. Og hún er líka bara venjulega analog. Já. Já. Það er GPS-in líka. Það er einn mótun í þessu. Ha? Það er bara eins og ein mótun í stöðinni. DMR. Þú er FM, DMR, hvað skiptir Já. Og gera þetta í kódblöggin, það setur þau inn hvort þetta er. En þegar þú uppfærir sko Radio ID listan, þú vilt fá hann bara allan eins og hann er. Já. Þú getur sótt hann á netið og Já. skúpa hann bara beint að niður. Beint og kunni. Já. Ertu að nota Makka til að gera þetta eða ertu með PC til að forrita þetta? Ég forrita það í þessa í PC. Hvað þarf að setja marga endurvarpa hérna til að flokkara landið? Þú segir að það eigi að vera fyrir landið og miðið. Svona líka á En þetta eru ekki að vera upp á fullu? símina með GSM. Já, það er sko... Útgreiðslan á sér alveg sambærileg við AFF UHF. Já. Það þarf að vera jafn marga. Það er bara að gefa hverjum einum einn hotspot. Eða maður tekur netið inn í þetta. Já, fóru að koma. Já, þetta þarf sko, veist, það þarf það netinna með hann, þannig að það þarf aðeins meira rafmagn heldur en þarf á venjulegum endurvarpa. En ég hef samt ekkert mál að græja það sko. En þetta er alltaf kannski komið pínlít út fyrir fræðin, þetta er bara yfir netið. Þetta er bara eins og þú hvert startað app á netinu sko. Já. En þú getur líka bara, veist,
þú þarft ekki verið því, getur verið direkt og allt, sko. Já. Já. En við þurftum að hafa okkar einn brandmæstur hér á Íslandi ef að netið færi út upp á allar tengingar myndi virka við marga endvarpa hér á landi. Þannig að þegar að endvarpið 2 er komin, þá er sem fínt að fara bara í þessu. Þannig að Björgunarsveitin væri að fara þessi leið, þá væri nauðsynlegt að hafa Já. hér. Já. En getur við og Björgunarsveitin til dæmis samnýtt? Já. Án ábyrgðar, já. Já. Og tapar í rauninni engu af hefðbundnum vegafara samskiptum, það bara bætist ofan á þessi digital möguleiki ef að stöðin er með bæði analóg og digital. Já. Þannig að tala um að þetta sé einhver afturför, að þetta er ekki bara lokal, er kannski ástætt af því að þú getur áfram verið með analóg og digital handstöð nema þetta dettur út, nettingin dettur út en allt annað heldur áfram í virkni. Já. Og ef það er til dæmis sett upp það sem að neyðlínan er að hlusta, þá getur líklega þangað inn og strax komin saman við neyðlínu, það held ég sé heldur gott, sko. En það er alveg hægt ef það væri fleiri, sko. En þetta er bara eins og annað, ef enginn notar þarna þá er þetta bara nice to have og verður bara það, sko. Piltar, þetta er búið að vera gott í kvöld. Þarf ekki að skrifa eitthvað þetta í blaði? Leiðbeiningar fyrir menn til að stilla kerfið. Það er sko, jú, það er hægt að gera það, sko. Við getum líka bara tekið hérna eitt laugardag líka og aðstoða að komast að stað, sko. Þetta er ekki flókið, sko. Ritstjóri pantar grein hjá þér, næsta blað. Já. Og tilbúið svona í annarri viku í janúar, takk. Annarri viku í janúar. Nýja Sjálandi er mjög góður staður til að syngja niður og stinga niður penna. Er það ekki? En það fara þangað? Ég er að fara þangað. Þessi strákar hérna, þeir draga sér alltaf út í horn og er að vinna þar, sko. Já, við leggjum stað 15. Þess. Þá skal ég taka þetta tilbaka. Það er að skoða, sko. Það er ekkert mál að taka saman þetta, sko. Ég er raun og veru. En tekur ekki stöðu með þér ákvað? Jú. Það ára þetta ekki á. Nákvæmlega. Ég er með pælingu sko, þegar þú sendir út og þú ert að smóta hérna endvarpan, er hægt að hafa talið lokalt á endvarpan eða er það alltaf brandmæster sem að þetta fer í gegnum? Þannig að þú getur alltaf hlustað á talið í brandmæster hvað sem þú ert. Þú getur sett hérna endvarpinu upp á einhvað annað en brandmæster og þá fer bara þangað en ekki en brandmæster, sko. Já, en eins og þetta núna? Eins og núna, það er alltaf brandmæster. Alltaf brandmæster. Já. Þú getur rauninni verið með 2 stöðvar, settar á einhverja tíðni og bara tala lokal. Já, þú tala direkt, sko. Það er ekkert mál, sko. Og það verður bara þetta 2 að búa. Já. Direkt þá meðum við bara stöðu. Stöðu. Í gegnum samt DMR. Já, með endvarpa. Nei. Með DMR mótunum. Með DMR mótunum. Það er ekki digital IT sem sér fyrir endvarpa sem að stöður líklar. Ég lendi í ykkur brassi með þetta, sko. Ég held ég að fengi einhvern tímann early days kódplögg sem að ætta frá þér, sko. Sko. Og hérna. Hvernig stöðu með það? Ég er með svona 878, sko. Ok. Það hérna. Nei, þú sko. IT er bara þessi tengjast, þú verð hérna IT-ið. Það getur notað þess að tengja hinnar þjónusturnar sem eru að tengja og búið til dokkurúpi sinn, sko. Þannig að já, endvarpinu þetta tengdur í gegnum það, sko. Ég er hægt að tala beint í gegnum netið eins og í gegnum brandmaster, eins og svo ég vildi tala við þig og þú er úti. Ég ætti ekki stöð. Það er hérna út af þessu Amber 2 sem er þessu. Sem að við tekur hljóðið og breyti. Það eru hins vegar, það var til allavega, sérstaklega í Android, þar sem ég noti ekki Android, þá veit ég ekki alveg hvernig það er, þá voru til upp sem gáttu gert það. En þá ertu að senda, voice-ið þitt
yfir eitthvað server sem að breyta þessu þar og hendi þið síðan áfram yfir á Brandmaster. Þetta var til að það. Já, þannig að serverinn með þetta Já, Amber 2. Já. En án Amber 2, ef það er ekki Amber 2 einhvers vegar í kerfinu, það virkar ekki. Sniður. Þetta er bara alltaf útvært í einhverju chip, þetta er hardware. Já. Kótikinn er þar, hann er bara í litlum chipi sem er einhvers vegar núni. Og þú kann ekki að búa til þessu. Nei, það er bara, hann er eitthvað licensed og það er eitthvað einhverlega á honum. Jón Atli. Ef ekki segja þetta gott í kvöld hjá honum, hann verður hérna áfram, ég ætti að halda áfram að spyrja hann spjöranum úr. Og hann er búinn að taka að sér svo það er vitni að því að skrifa smá grein. Hvort sem það er í næsta blaði eða þar næsta, við sjáum til með það. Og svo getum við áralega að tekið upp þennan hanska eða þennan bolta. Já. Skulum þakka honum fyrir þetta vel gert.